Já, það eins og ég segi, það nú svo tátt. Við fyrir ekki að þylja hérna fjallanöfn, því þekkið þetta allt saman. Og stíka hér og horfa hér yfir. Já, sjáu þið karran sem þarna er. Jöklakarran sem settist hérna á þúfuna. Þau vitið, þeir eru hvítir lengi fram eftir vori, þeir eru að sína sig eins og við kallandi, svona sperra okkur svolítið. Fórnum fyrir það fullu verði, hann hefur oft í eldinu fólkskanum svona fyrir bræðir, sko. Þetta höfum við út af þessu. Hérna, já, ég ætla nú að víkja á tali mínu af vatninu. Við skulum horfa 50 ára aftur í tíma og velta fyrir okkur hvaða breytingar hafa orðið hér. En því miður að þá hafa þær flestar orðið á þann veg að auka álag og ánýslu á vatninu. Hann nærir ekki mjög langt inn í vatnið en hann hefur þó sín áhrif og hann hefur áhrif á fisk og lífverur á þessu svæði. Og hvað fleira hefur gerst? Ég vil nefna barrtrén, það er deilur það hvort að barrtrén hafi áhrif. Pétur M. Jónasson vatnalíffræðingur, hann segir að plönturnar hérna, þær ræturnar auki nítur sem að fari síðan til vatnsins, en nítur er eitt af þeim efnum sem að auka þörunga líf í vatninu. En við skulum horfa til þess að sumarbústöðum hefur fjölgað og þeir eru núna 600. Fyrir 50 árum voru þeir náttúrulega miklu hærri. Frárennslismálið er jólestin, það kom fram hér daginn. Viðvera í bústöðum er meiri en áður og þannig er gott orð. Ég get að fara út í þá eftir, ég er mjög fróður og mikill ákvæmamaður allt sem þið eru rotþróð og frárennslismál og sérstaklega á efnum. En þá skulum við líka horfa til tveggja gríðarlega áhrifamikilla þátta. Það er annars vegar loftborin mengun sem berst í vatnið frá Evrópu, við frá iðnaði og bílum, og það á ekki bara við Þingvallavatn, þá öll íslensk vötn. Þau eru öll að fá á sig þessa mengun, loftborna mengun, en hún kemur líka frá Reykjavík og nágrenni og hún kemur frá Hellisheiði. Það eru deilur það hversu mikið af því kemur frá nýja veginu hérna sem liggur hérna hjá Lyngdalsheiði. En ef ekki væri þetta eitt, þá getum við svo sem unnað við þetta, en það er annar þáttur sem kemur til og það er hlýnun jarðar. 50 ára mælingar við útfallið við Steingrímsstöðina sýna það að það hefur verið marktæk hlýnun í vatninu. Vatninu hefur hlýnað. Og hvað gerist þegar við höfum áburð og hlýju? Það sprettur. Þetta vitum við öll. Og það þýðir að þörungagróður hérna í vatninu vegna þessara álagsmála sem eru sem sagt nítur, köfnunarefni, það er loftborin mengun, það er sumarbústaðir með sín frárennsli og fleira. Allt þetta hefur orðið til þess að rýni og gegnsæi eða hvað maður segir tærleiki vatnsins hefur minnkað. Nú veiði hefur náttúrulega vaxið. Stofninn hérna er ekki neitt í hættu en náttúrulega er hægt að ofgera öll. Og því miður þá hefur það fest í aukan hinn síðari ár að það eru svona óbrúknir aðilar og óvandaðir í veiðiskap sem hafa farið að beita öngla sína með makríl, jafnvel úr höfum sem við viljum ekki á neitt smitt frá eins líka hrogn, og það fer í fljóðan á okkur. Við að sjálfsögðu ráðum ekki við nema litlu part af vatninu. Við erum hérna á fljóðanum nætt hérna frá, við skulum segja frá Hafnarfellinu sem er hérna yfir í Rauðuhúsinu. Urðufiskar sem að syngja í sjónum á það líka flestar. Urðufiskar sem
Finnst á mér vægi